Allt það besta ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, við heyrðum að því fyrir helgi að fjórði hver landsmaður drykki áfengi sér til tjóns í einhverri mynd. Það var rætt áhættu drykju og þetta ansi hátt hlutfall þykir manni. Það er einhvern veginn með flesta hluti að það vil dæmis unglingadrykkja nánast horfin og svona margt lýðheilsulegt sporið sem tekið hefur verið sem manni finnst það að verið til bóta. En við erum býsna brennivínslegin og ekki síst miðaldra fólk og gamalt fólk. Það drekkur sér til líknar. Það drekkur áfengi til að linna þjáningar, einmannaleika og svoleiðis. Þetta engin partí, þetta engin gleði. Og kannski ræðum við ekki nóg skuggarliðar áfengisneyslu. Kannski erum við svolítið föst í þessari gömlu hugmynd að áfengi skuli alltaf brúka þegar við gleðjumst. Það vakti athygli mína í síðustu viku þegar umræðan þessi mál fór fram að þingkona hún skrifaði færslu á Facebook þar sem hún þakkaði fyrir það að hafa fengið að vera edrú í 25 ár og ég hugsaði með mér, já, því ætti maður ekki bara að ræða svona áfengisvandan á Íslandi við einhvern sem veit hvað það að hætta að drekka, sigrast á þessu meini. Jódís Skúladóttir, þingmaður VG, velkomin til okkar. Takk kærlega fyrir. Þú hefur verið laus við áfengi í 25 ár. Já, náði þeim merka áfanga núna fyrir helgi. Til hamingju með það. Takk. Ertu til í að fara aðeins yfir svona líf þitt, síðustu mánuðina, síðustu misserin áður en þú hættir að drekka? Hvað var í gangi? Já, ég hætti náttúrulega ung sem betur fer. Forsagan kannski svolítið svo að ég alin upp í alkohólisma og hef einhvern veginn haft mjög mikið af alkohólisma að segja alveg frá fæðingu í rauninni. Og eins og hefur nú komið fram í fjölmiðlum að þá bjó ég fyrstu 6 æviárin mín á meðferðarheimili í Gunnarsholti sem var nú stundum kallað ruslakista ríkisins en þangað komu mjög langt leiddir alkohólistar, fólk götunar, aðalega kallar sem áttu svona þarna einhvert skjól, þetta var eiginlega endastöðin. Og þannig að mikið af mínum fyrstu bernsku minningum tengjast þessum mönnum, þessu umhverfi, þessu meðferðar úrræði og á sama tíma þarna býja því að foreldrar mínir starfa við þetta heimili bæði. En faðir minn var alkóhólisti og svona mikill alkóhólismi í fjölskyldunni. Ég upplifði það þannig að það var orðið eitthvað skakt innra með mér áður en að ég tók fyrsta sopann. Já. Og ég hef í gegnum tíðina þurft að horfa á annars vegar alkóhólisma eða drykkjusýki eða hvað fólk vil kalla það annars vegar og svo meðvirkni hins vegar sem að tvær hliðar á sama peningi. Já. Og ég var ofboðslega meðvirt barn og tók mikið inn á mig bæði neyslu annara og eins bara svona andlegt ástand og stemmingu og svona í kringum mig og þannig að þegar að ég tek fyrsta sopann allt of ung ég er fædd 1977 og þá þegar ég 12 ára, 13 ára þá það dálítið norm að krakkar á þeim aldri sé að byrja að drekka. Ég var ekkert eitthvað ólík mínum félögum þar. Nei, menningin var þannig. Menningin var svolítið þannig að ég alin upp út á landi og þar var svona
verið bara í kraftgalanum að mæla göturnar og drekka brennivín og reyna að komast á rúndinn og svindla sér inn á ball og eitthvað. En þegar ég tek fyrsta sopann, þá upplifi ég gríðarlega lausn. Já. Þannig að stundum er talað einhvers konar andlega vakningu þegar fólk hættir að drekka. Ég held að ég hafi fengið mína fyrstu andlegu vakningu þegar ég byrjaði að drekka. Já. Og það sem að áfengi gerði fyrir mig var að kvíðinn, óttinn, skömmin, raddleysið og svona ósýnileikinn, hann einhvern veginn fór, kreftir hnefarnir losnuðu og hnúturinn í maganum leystist og áfengi bara átti mig frá fyrstu stundu. Og ef ég fer hratt yfir sögu þá byrjaði strax svona helgarmunstur, ég drakk allar helgar og bara í þessu umhverfi sem ég var í með vinum og vinkonum og stóra mál vikuna var alltaf að redda í ríkið og græja og gera og Þetta er áður en þú verður 16? Já, löngu áður en ég verð 16. Það sem að gerist svo í mínu lífi er kannski það sem að breytir minni sögu ótrúlega mikið, af því að ég segi, ég drakk kannski ekki öðruvísi eða hvorki fyrr eða meira eða öðruvísi heldur en mínir félagar, en ég verð barnshafandi þegar ég er nýlega orðin 14 ára, sem eru þetta gríðarlegt áfall og svona stór viðburður í lífi barns. Þannig að ég þarf að fara að stjórna minni drykkju og þar með finn ég strax einhvern veginn minn fyrsta botn, að ég byrjaði að drekka sem barn, ung móðir, langveiks barns í flóknum aðstæðum, alltaf gegn betri vitund, alltaf með sektarkennd, alltaf einhvern veginn ófrjálsa því að gera það sem ég var að gera og ég held að minn alkohólismi þróist mjög hratt og hann gerir það líka á þeim forsendum að því að þú varst nú að nefna af hverju drekkur fólk, snýst það að vera í galadressinu og einhverju fínu balli og að það sé óbáslega gaman og allir er að dansa, eða snýst það að deyfa, er þetta leið til þess að meðhöndla aðra hluti sem við annarkvort ráðum ekki við eða fáum ekki aðstoð eða áheyrn heilbrigðiskerfisins með, einmannaleika, áföll, ýmsar raskanir, hvað sem það er. Og í mínu tilfelli byrja ég svo ofboðslega snemma að nota áfengi sem kvíðastillandi, sem svefnlyf, sem eitthvað til þess að afbera mjög flókna og sára tilvist. Já. Ég fer í meðferð, ég hafði svona reynt að sækja fundi mjög stópult og drakk svo á milli áður en ég fer svo í meðferð árið 1998. Hvað ertu þá komið? Þá er ég 21 að verða, ég er svona 20 og ég fer inn á Vog og er þar í einhverja 11 daga, fer þaðan á Staðarfell. Þá var eins og við heyrum nú oft í umræðinu núna, Vík var lokuð yfir sumarmánuðina, þannig að ég fer á Staðarfell í Dölum sem var einstakur tími, mjög flókin, erfiður og það var margt sem þar gerðist en ofboðslega lærdómsríkur. Ég vissi einhvern veginn verandi sú sem ég var að óbreytt myndi ég fara aftur að drekka og að ég færi beint inn í óbreyttar aðstæður í mínum flókna raunveruleika, að þá væru ótrúlega litla líkur að ég myndi ná bata. Þannig að ég sóttist eftir því að fara á áfangaheimili sem var á vegum SÁÁ í Eskilíðinni og bjóð þar nokkra mánuði. Það var líka mjög gagnlegt. Margt hefur breyst í bæði samfélaginu og líka í svona þessum alkohólíska raunveruleika og ég held ég hafi ekki náð
endilega boðskapnum algjörlega sem að mér var bæði kentur í meðferð og svo seinna í aðsamtökunum. Þessi viðhorfsbreyting sem kannski þarf að verða, þetta ekki eins og ít og takka sko. Nei og sko að vera edrú í 25 ár ekki tilviljun eða heppni eða eitthvað svoleiðis, heldur þetta ástundun og þetta meðvitund og þetta stöðug. Sko ég vakna alkohólisti á hverju meinasta mótni líka eftir 25 ár edrú sko. Þetta náttúrulega svo flókið vegna þess að þótt þú vitir að áfengið muni stúta þér að lokum og það sé að stór skerða lífsgæðin, þá það samt áfengið sem linar þjáningarnar og kveikir einhverja tilhlökkun að kannski eftir 2 vikur getur maður dottið í það, farið í partí og þá verður kannski gaman og þá fær maður einhverja líkn frá þessu ömurlega lífi sem maður að lifa ekki satt. Jú, og líka þessi sko ofboðslega stór þáttur alkohólisma að mínum mati. Ég ekki læknir, ég ekki sérfræðingur alkohólisma nokkur einasta leyti. Nei. En ég get bara talað út frá minni reynslu, minni upplifun og því sem að ég hef lært og hef trúað. Ég hef líka starfað mikið með alkohólistum og þekki málaflokkin mjög vel. Að það sko að við erum öll ofboðslega ólík. Við komum úr ótrúlegustu áttum og alkohólismi finnst í öllum kimum samfélagsins. Hann ekki bundinn við fátækt, hann ekki bundinn við kyn, uppruna eða nokkuð skapaðan hlut, en við sjáum hins vegar að ákveðnir samfélagslegi þættir ýta mjög undir neyslu og það styður við þessa hugmyndafræði sem við tvö kannski deilum að áfengi og önnur hugbreytandi efni noti fólk til þess að takast á við önnur vandamál. Að þetta einhvers konar sjálfshjálp til þess að losna undan miklum sársauka hvaðan sem að hann að koma. Já, og svo getur verið alveg ofboðslega sterk afneitun í kringum þetta. Hún sumpart, sumpart samfélagið ekki að hjálpa til. Nei. Í þeim efnum að Íslendingar svona eins og ég sé þetta, við umburðarlynd gagnvart þeim sem fara í meðferð og gagnvart þeim sem hætta að drekka en það samt það verða allir svona pínlítið óöryggir þegar einhver talar drykkjuvandamál sín. Allir óskaðir til hamingju með ef þú hættir að reykja, þá bara frábært. En svo ef þú hættir að drekka, þá svona og mögulega það mögulega svona þessi tvöföldu skilaboð sem að margir finna út í samfélaginu, mögulega þau tengd því að samfélagið ennþá svolítið stjórnlaust þegar kemur að þessari áfengisneyslu. Hefur manni dottið í hug? Já, ég held að það sé algjörlega rétt og ég held að ég hef upplifað það ekki bara sem alkohólisti sjálf heldur líka bara í mínu starfi og allri umræðu meðferðarkerfið og alkohólisma að við erum því miður mjög dómhart samfélag og ég heyri það oft í samfélagsumræðunni að við setjum alkohólista, við setjum fíkla í eitthvert box og við sjáum einhverja staðalímyndir fyrir okkur og það ofboðslega sérstakt að verða vitni að því að jafnvel sama fólkið eða sami hópurinn talar fyrir því að það þurfi að efla meðferð og það þurfi að hjálpa þessu vesalingsfólki en á sama tíma það mikið baráttumál að auka allt aðgengi að áfengi að við þarna erum við jafnvel að tala sama fólkið og það svo mikil ranghugmynd að meðferð og áfengisvandi búi eingöngu hjá einhverju ógæfu fólki. Ég vann hjá S.A.A. Var þar
læra að verða ráðgjafi í ekkert langan tíma en ég vann þó á Vogi og var inn í þessari kreðsu og var með grúppur og fyrirlestra og svona og mér fannst mjög áhugavert að upplifa sérstaklega eitt sem að þú nefndir hér í þínum inngangi hvað voru mikið af eldri borgurum og fólk sem var komið í algjör þrot með sína drykkju byrjaði ég að drekka eftir að það fór á eftirlaunaaldur og það gerist eitthvað í þeirra lífi ofsalega algengt að fólk hættir að vinna og missir einhvern veginn tilveru réttin upplifið það á engan tilgang lengur fyrir að drekka þannig, missir maka fyrir að drekka í einmannaleika og við erum kannski bara að tala 1, 2, 3 ár sem fólk í neyslu, fólk sem aldrei hefur átt í erfiðleikum með áfengi þannig að sko ég held að við þurfum líka svolítið að ávarpa sko ekki bara þú ert komin á endastuð og þú þarft að fá hjálp og þess vegna þurfum við að efla hér allt meðferðarkerfi við þurfum líka að ávarpa það af hverju er fólk að drekka, hvað getur samfélagið, hvað geta stjórnmálin, félagasamtök og aðrir gert til þess að grípa fólk á öllum aldri sem er að byrja á þessari braut til þess að takast á við einhverja aðra sára og flókna félagslega þætti. Já, og því þú myndist á baráttu til dæmis mér líkur við að segja þráhyggju sjálfstæðisþingmanna margra hverja það eru áratugir sem þeir hafa reynt að koma í gegn frumvörpum aukið aðgengi. Nú held ég reyndar þessi framsóknar þingkona sem að fer fyrir frumvarpi já, það var lagt fram sennilega fyrir 2 þingum, fyrir 2 árum til dæmis að áfengi ætti að vera hægt að kaupa alla helgidaga ársins og þetta er sko þetta aukna aðgengi að áfengi sem hefur verið sett á dagskrá hér, það er svolítið hljómar svolítið ankannanlega út frá þessum tölum neyslu sem við erum að lesa. Það er pínu skrítið að Hagkaup sé að fara að stíga þetta skref með netverslunina og allt þetta er svolítið sérstakt vegna þess að út í hennu stóra heimi út í Evrópu þá er svona frekar tilhneigingin hjá löndunum í kringum okkur að þau séu að draga saman seglin. Þar verður umræða skaðsemi áfengis alltaf háværari og háværari. Áfengi er komið á einhverja krabbameinslista sem það var ekki áður. Það er eiginlega, og þetta reyndist lygi, þetta voru keyptar rannsóknir að hóflega drukki vín á hverjum degi, myndi bæta heilsuðina. Sko, það efast enginn að áfengi getur við réttar aðstæður gert gleðistund enn meiri gleðistund. Ef menn eru ekki fíklar og ef það er ekki þinn vandamál í gangi. En sko skuggahliðirnar á áfengi eru svo rosalega margar og það er eins og svona aðrar þjóðir séu átta sig meira og meira á því, ESB, löndin er átta sig betur á þessu. Ísland hefur verið með sérstaklega miklar skorður, það er svona við áfengisölu og sú sérstaða hefur verið rómuð á mörgu leyti og það sem væri alltaf einkennilegt ef við værum að kasta þessu frá okkur núna, ekki síst með leiti til þess eins og ég nefndi upp að við þáttarins að 4. hver Íslendingur hann drekki þannig að megi kalla áhættudrykju. Er það ekki? Jú, og ég, sko að mínu viti eigum við náttúrulega bara að breyta orðalaginu. Hér er rosalega oft talað bús í búðir. Ég vil bara tala bús úr búðum. Þetta þetta, að mínu mati þetta lögin er alveg skýr. Hér er áfengis- og tóbaksverslun ríkisins með þetta leyfi og það að við getum farið í kringum lögin, hvaða lög sem það eru, það gerir það ekki rétt og það þýðir ekki að við eigum að fara þá leið bara í að fer kosingin eftir lögunum þannig að sko, það fara allir yfir á rauðu þannig að við skulum bara taka niður þessi umferðarljós. Já. Nei, við þurfum þá að frekar að auka eftirlitið og setja meira í það að því að ef allir keyri yfir á rauðu þó að mjög margir sleppi
og þó að það jafnvel geti gagnast einhverjum að hann komst fyrr á áfangastað þá bara áhættan og þeir sem örkumlast og deyja í slysum það bara stærri faktor heldur en þessir örfáu sem að hafa eitthvað gagnað þessu og ég myndi bara vilja að slagorðið yrði bús úr búðum, við eigum að stoppa netsölu, við eigum að standa með þeim góða árangri eins og við vorum að ræða hérna áðan menningarleg staða okkar sem erum komin yfir 40 eða 50 hvar börnir í 12 ára aldur þótti eðlilegt að drekka hvort sem það var á sjómannaballi í réttunum á sveitaböllunum í heimahúsum við búum í allt öðrum veruleika hér eru ekki 14 ára börn að fara á sjó og fara út á vinnumarkað og vera fullorðin nú býr fólk heima fram undir fertugt og ég nú ekki að segja það séu börn þangað til en allavega þá eru við búin að ná gríðarlegum árangri í því að taka á þessu samfélagslega meini sem að ungmenna og úrlingadrykkja var. Það að auka aðgengi ekki til þess fallið að standa með og styðja þann góða árangur. Bara absolutt ekki. Og svo allir hinir hóparnir og það að það sé einhver mannréttindi að ég geti í mínu óskipulagi fatta það á þriðjudagsnóttu eða sunnudags eftirmiddegi að ég hafi gleymt að kaupa rauðvín með steikinni að þá séu það einhver gríðarleg réttindi fyrir mig að geta farið út í hagkaup að kaupa vín. Þú veist, mér finnst þetta svo sturlað rugl, sko. Þú veist, það mjög gott aðgengi að áfengi alla virka daga framundi kvöld í íslensku samfélagi. Og að það sé til of mikils ætlast að þú sýnir þá fyrirhyggju að fara í ríkið fyrir 6:00 á föstudegi til þess að fá að njóta þitt frelsi til að drekka brennivín. Það bara ekkert hættulegt eða alvarlegt eða til of mikils ætlast, sko. Það líka þessi rök, sko, postulana sem að vilja bara brennivín á öllum götuhornum allan sólarhringinn að það líka þessi rök að fíkillinn reddi sér alltaf og það sé þá skárra að hann geti keypt áfengi löglega frekar en að hann þurfa að ná í áfengið á svörtu markaði eða eitthvað svoleiðis að þetta finnst mér ónýt rök vegna þess í fyrsta lagi þá nú sannað að aukið aðgengi leiðir til meiri neyslu bara samkvæmt rannsóknum en svo líka annað sko það eru hinn siðferðislegu skilaboð og ég var nú stundum partítækur í gamla daga og ég var í hljómsveitum og var mjög spilaði mikið á böllum og tónleikum og maður fór í mörg eftirpartí eðlilega kvöldið var kannski bara rétt að byrja hjá manni 3:00 þegar ballið var búið að svona, þú veist, djamma og ég var með það sem algjöra reglu að ef það voru einhver fíkniefni í partíinu sem að ég var í þá lét ég alltaf vatna bara undir lappirnar á mér og forðaði mér vegna þess að ég fór alltaf á þann stað í huganum að ef löggan kæmi og myndi bösta mig í einhverju svona partí sem væri fíkniefni þá væri orðspor mitt sem blaðamanns í mikilli hættu og þannig að bara af þessari svona litlu persónulegu sögu má ráða að það alltaf eitthvert samhengi á milli þess hvernig við hegðum okkur og hvaða lagaramma samfélagið setur okkur og hvaða viðmið samfélagið segir okkur að séu eðlileg og góð. Já, ég held að það sé hluti af þessu og sko þessi orðræða aukið aðgengi, hún líka að sko normalisera ákveðna neyslu sem við sjáum svo í þessari rannsókn sem þú vísa til hvað stór hluti þjóðarinnar að drekka óhóflega mikið og það nú svo merkilegt með persónufrelsið að neysla einstaklings aldrei hans einkamál. Alveg sama hvernig við málum það upp
að þegar að neysla komin úr hófi, hvort sem að það nokkur glös á hverju kvöldi eða ein flaska á laugardegi eða hvernig sem að sú mynd birtist, þá eru vinir, ættingjar, vinnufélagar, þetta hefur áhrif á líf fólks. Og nú ætlum ég að kasta hérna bombu. Ég ávarpaði það í forsætisnefnd í sumar að mér ofbauð áfengisneysla í kringum þinglokin. Og þetta auðvitað margra áratuga saga. Ég ekki að segja frá neinu og þú veist, við höfum haft hér stór blaðamál og fólk verið svipt jafnvel ærunni fyrir að vera undir áhrifum í þessu starfi og ég hef enga þörf fyrir að gera það eða nefna einhver nöfn eða gera eitthvað slíkt. Nei. En ég verð að líta svo á að ég sem óvirkur alkóhólisti eigi heimtingu á því á mínu vinnustað að þar sé ekki drykkjuskapur. Nei. Sem þingmaður þarf ég að mæti alls konar. Einhverjar veislur og móttökur og taka á móti hérna einhverjum erlendum gestum og fara erlendis þar sem allt önnur menning og neysla öðruvísi. Þar hef ég alltaf val að segja nei takk, ég drekka ekki áfengi og ef komið á eitthvað stað sem mér finnst orðið óþægileg þá hef ég alltaf val að stempla mig út og fara bara upp á hótel eða fara heim. Þegar ég í vinnunni, það stendur þingfundur, það eru störf þingsins eru í fullum gangi og ég til dæmis sem var að forseti Alþingis hef þar bara skyldum að gegna, ég hef ekkert val að fara. Nei. Og mér finnst þetta óvirðing við land og þjóð, mér finnst þetta óvirðing við samstarfsfólkið og ég skil það alveg að langir dagar langt fram á nætur, þetta auðvitað erfitt og fólk kannski finnur hjá sér eitthvað þörf til að drekka. Stress, opbóðslega flóknir samningar og dóti í gangi en þetta ekki boðlegt og þegar ég að tala þetta í þessu samhengi sem þú ert að segja að það aldrei svo að einhver sé að drekka brennivín og það hafi almennt engin áhrif á nokkurn annan. Þetta persónufrelsi, við erum bara öll glöð og kát að grilla með eitt kaldan. Það mynd sem flott og sem betur fer fjöldi mann sem getur leyft sér það. En að sama skapi, miðað við allar rannsóknir, miðað við það sem eins og þú vísar í að okkar samanburðarlönd eru að gera að draga úr aðgenginu, þá verðum við að horfast í augu við það að þetta mein, þetta vandamál í samfélaginu sem að aukið aðgengi og orðræða þetta frelsi og aðgengi að áfengi. Við erum að breyta menningunni og við erum að normalæsa eitthvað sem ekki lýðheilsulega gott. Við erum að fara aftur á bak. Það nú mikið talað bara bannárin og VG sérstaklega og ég þá kannski einna helst og vill bara fara í bannárin sem voru alveg hræðileg og þú veist, það enginn að tala það. Nei. Þú getur keyptir áfengi í ÁTVR flesta daga vikunar, öll kvöld vikunar getur keypt áfengi út á bar. Það ekkert bannað í þessum efnum. Nei. Aðgengið yfirgengilegt. En sem sagt, þessi þingslit í vor, þar drakk fólk yfir sig. Þinglok eru erfið. Þau eru það alltaf og þau eru alla jafna mikið álagstími. Við erum að klára gríðarlegt álag í öllum nefndum og við erum að klára mál sem oft eru núningur á bæði milli flokka, milli stjórnarandstöðu, það alls konar og þetta eru oft langir dagar og það mikið álag og því miður eins og ég sagði hérna áðan að það var ekki eitthvað sérstakt í þinglokunum núna
Þú myndir bara kjósa þinglok almennt að þá það ekki veitt áfengi eða hvað? Ég bara kýs það að alveg sama í hvaða starfi fólk hvort sem það vinnur á hjúkrunarheimili í grunnskóla, það tannlæknir eða flugstjóri, að bara þegar þú ert á vaktinni, þegar þú ert á leið í ræðustól í hæsta stað landsins, Alþingi Íslendinga, þá bara algjörlega út úr korti að fólk sé að neita áfengis. Og þú gerðir athugasemd hjá forsætisnefnd Alþingis? Já, ég gerði það. Og hvernig var henni tekið? Henni var bara tekið mjög vel og þetta, ég auðvitað á mínu fyrsta kjörtímabili og og þessu var tekið mjög vel í forsætisnefnd og það var Áttu vonað að verði brennivinslaust þinglok næst? Því miður þá held ég að það verði ekki svo. Nei. En ég meina það líka bara þannig að fólk veikt gagnvart áfengi í öllum stéttum og öllum störfum en staðan þetta svo að við þurfum að ávarpa það. Já, þá ertu búin að halda því til haga að þér finnst þetta ekki í lagi. Já, ég hef gert það og niðurstaðan held ég að sé svo að þingflokksformenn ræði við sína þingflokka og ég held að það sé bara, þú veist, og það ekkert í fyrsta skipti og þetta eitthvað sem við þurfum að ávarpa reglulega. Já, svo það bara spurning hver mikið aðhald maður að sína þingmönnum. Ég held dæmis frétti persónulega að einn tiltekinn þingmaður hefði bara drukkið mjög illa við þessar aðstæður. Átti maður að skrifa frétt viðkomandi þingmann? Átti maður að sína það mikið aðhald að maður teldi það almannahagsmunamál? Ég held hvað gera það ekki? Ég spurði mig þessar spurningar því að mér var mjög misboðið í ákveðnum atriðum í þinglokum og ég tók ákvörðun hvað snýst þetta. Snýst þetta að ræna eitthvað ærunni, að það verði stóra blaðamálið að einhver einstaklingur hafi neytt áfengis óhóflega og þarna lenti hann í einhverju klúðri þess vegna og það verði fréttin. Mín afstaða nei, það ekki málið. Nei. Málið það að við búum við samfélagslega menningu og ég ætla ekki að gera Alþingi Íslendinga eitthvað að öðruvísi vinnustað en öðrum. Nei. Auðvitað þarna, og það ítreka ég, mér finnst það gríðarleg vanvirðing við land og þjóð og kjósendur að fólk sé að neyta áfengis á vinnutíma sínum. Já. En okkur til varnar þá heyri ég líka að þetta hafi lagast mjög mikið að hér fyrir einhverjum áratugum hafi bara verið gríðarlegt fyllir inn í þinghúsinu og reykt í öllum hornum og einhver menning sem að þá var kannski önnur heldur en í dag að mörgu leyti hafi ástandið batnað mjög mikið en ég verð að fá að halda þessari orðræðu og þessu til haga af því að við getum ekki gert það að einhverju normi á neinum vinnustað að það sé eðlilegt að þar sem að við erum á launum, við berum mikla ábyrgð og ég ber aftur saman kennara, hjúkrunarheimili, flugstjóra, hverjir sem það eru að þegar að við erum að sinna okkar skyldustörfum þá verða bara að vera ákveðið mörk. Það má kalla mig bann ára drottninguna en ég held að þetta sé bara algjörlega eðlileg og raunhæf krafa. Já. Og starfið þetta þannig að stundum við að starfa eins og ég segi, við erum erlendis í móttöku þar sem verið að veita áfengi og þar beinlínis bara gert út frá því að við séum að drekka þó við séum í vinnunni. En það annað. Þegar við erum í nefndarstörfum, þegar við erum að störfum í þingsal, þegar við erum að ljúka þinginu, við erum að taka ákvarðanir lög og reglur sem að almenningi ber að fara eftir. Það ekki allt í lagi að vera undir áhrifum. Ég myndi giska á að þú ættir svona 7-8 kollega á Alþingi sem að ekki drekka. Af því ég þekki nú þennan þingmannahópa ágætlega. Já. Og ég held að það sé ekki fjarri lagi. Nei, og hvernig hafa þau í þingmannahópnum sem ekki drekka tekið svona þinni brýningu? Ertu ein á báti? Nei, alls ekki. Svo þingið svo skemmtilegt. Við erum úr svo ólíkum flokkum og við erum svona í grunninn svo ósammála
málefnalega marga hluti. Já. En að öðru leyti erum við miklir vinir og erum sammála í ákveðnum málaflokkum. Ég ætla að fá að nefna til dæmis meðferðarmál. Þar eru við þvert á flokka. Ótrúlega sammála að við viljum gera betur. En svo erum við kannski mjög ósammála aðferðafræðina. Ég hef verið sökuð það að hafa eitthvað horn í síðu S.A.A. Nú? Já, ég sé bara eitthvað alltaf að vinna gegn S.A.A. og móti þeim. Það er bara alrangt. Mér þykir mjög vænt S.A.A. Fyrrverandi skjólstæðingur, fyrrverandi starfsmaður, hef þekkt þar fólk alla tíð og er afskaplega meðvituð hið gríðarlega mikilvæga starf sem að þar er unnið. En ég, eins og með svo margt annað, er gagnrýnin á ýmsa aðferðafræði. Ég er ekki til í það að ríkið hafi opin krana inn í félagasamtök og tvisvara ári komi einhver ægisleg orðræða að hér sé bara allir að deyja úr alkohólisma því að biðlistarnir eru svo hræðilegir og að því að ríkið standi sér svo illa. Okay. Og ef maður spyr, getum við fengið að sjá þessa biðlista? Er þetta fólk, þarf þessi 500 eða hver talan á að vera hverju sinni, þurfa þau öll sjúkrahús innlögn, dýrasta úrræðið? Er þetta... hvert fara peningarnir, hvar nýtast þeir best, hvar sjáum við árangur og ég hef alltaf talað fyrir því að meðferð fyrir alkóhólista eigi að vera rekin eins og öll önnur heilbrigðisþjónusta. Hvar ég er á móti einkavæðingu, hvar ég er á móti fúski, hvar ég vil hafa ríkisrekið opinbert heilbrigðiskerfi sem að lítur bara mjög ströngum kröfum og eftirliti. Og þetta byggir þú að hluta á þinni eigin reynslu? Það geri ég og ég hef verulegar áhyggjur. Ég gæti nú ekki bara nefnt þetta nema koma því að ég hef gríðarlegar áhyggjur af stanslausri einkavæðingu innan hinn almenna heilbrigðiskerfis undanferði misseri. Við erum að stefna í mikil óefni. Og það verður eitt af því sem að ég mun hamra á komandi þingvetri að þetta er algjörlega glórulaust. Getur þú nefnt mér nánar hvað þú ert að tala? Ég get nefnt dæmi einhverjar einkaklínikir, heilsugæslur, einkareknar, hjúkrunarheimili, og þetta eru svona skyndilausnir sem líta rosalega vel út. En þegar þú ferð til dæmis til Bretlands, þú ferð eitthvað annað og þú ferð að skoða ofan í býtu hvað þýðir þetta gjald sem snýr að leigunni fyrir húsnæðið? Það snýr bara því sem að þeir geta borgað. Þú veist, þetta er algjör þvæla og til langs tíma litið. Við kaupum þessa hugmyndafræði að því við sjáum að svelt heilbrigðiskerfi er í vanda og það eru langir biðlistar og þess vegna hoppum við á hana vagn. Heyrðu, hérna er einhver sem er til í að opna sjoppu og stytta biðlistan mjög hratt. Það er alveg í einhverjum flóknum aðstæðum þar sem fólk er þjáð að bíða eftir þjónustu. Auðvitað er það eftirsóknarvert. En til langstíma litið þá þýðir þetta bara það. Kostnaðurinn verður miklu meiri fyrir jafnvel einstaklingin en sérstaklega fyrir ríkið. Það gerist svo líka þannig eins og við höfum séð gerast með alls konar enga aðgerðir, tannlækningar, svona þyngdar aðgerðir, ýmsar aðgerðir sem að fólk er að sækja erlendis, að svo gerist eitthvað klikkar í ferlinu, hvert leitar þá viðkomandi? Hann kemur inn í opinbera heilbrigðiskerfið til að takast á við vandan sem er eftir á. Þannig að, þú veist, þetta er auðvitað risamál sem að við erum ekki hér í dag til að ræða, en ég bara segi það aðferðafræðin er hjá ákveðnum hópum að svelta hið opinbera kerfi þannig að það verði þungt og erfitt og myglað og biðlistar og bráðamóttakan sprungin og bara nefnið það. Halda þessari orðræði nokkur ár til þess að einkavæðingin hljómi eins og geggjuðlaust, en ef við horfum 15-20 ár fram í tíman þá eru við á rangri leið.
Við eigum bara að efla okkar opinbera heilbrigðiskerfi, við eigum að efla innviðina okkar. Þannig að aðgengi allra landsmanna, óháð búsetu, óháð fjárhag, sé góður að heilbrigðisþjónustu. Og hafandi þessar sterku skoðanir, þá hef ég gagnrýnt mjög meðferð alkóhólista á Íslandi, þar sem að félagasamtök, við tökum bara einn sjúklingahóp og ég bara spyr, mundu við sætt okkur við hjartasjúklinga? Að það væri bara áhuga samtök hjartveiki sem að stýrðu hjartadeildinni og það væri bara, ríki setti bara pening í og svo bara gangi ykkur vel með þetta. Við mundum aldrei sætt okkur við það. Þú smeykum að það skorti aðeins á fagmennsku. Það skortir á fagmennsku. Og umræðan hefur verið mjög hörð undanfarin ár og við höfum séð Rótina félagasamtök sem að hafa sérstaklega verið að huga að konum og fíknisjúkdómum. Þau hafa gagnrýnt kerfið hér á Íslandi og stjórnvöld og meðferðaraðila harkalega og það var nauðsynlegt af því að við höfum séð breytingar. Hver mundi árið 2024 gangast við því að það væri fullkomlega eðlilegt að ungmenni væru í sömu meðferð og eldra fólk, jafnvel brota fólk, skilurðu, sem sagt að taka út dóma í fangelsi. Hver mundi telja það eðlilegt að það kæmi ítrekað upp einhver kynferðisbrot þar sem okkar veikasta fólk að leita skjóls? Hver mundi samþykkja það að fjármagn færi í einhverja óreiðu? Við höfum þetta séð, það voru alls konar stjórnarskipti og hreinsanir og dót og það bara gott. En við þurfum að halda áfram. Við verðum að gera þennan þátt heilbrigðisþjónustu og þjónustu við veika einstaklinga, bara hún á að vera á sama stað og við fólk með krabbamein, langveik börn, það skiptir engu máli. Ef við erum að meðhöndla fárveikt fólk, þá erum við bara með gæða kröfur og standard og það á ekki að vera einhver afsláttur á því, að því að að ræða fíkla eða því að ræða einhvers konar meðferð. Og í kjölfarið því vil ég segja að ég hef í tvígang og mun aftur á þessu þingi leggja fram þingsályktun áfangaheimili. Við höfum séð hér fólk deyja í bruna, við höfum séð myndir af óþrifnaði og hryllingi inn á áfangaheimilum og allir firra sig ábyrgð. Það engin almennileg lög og reglur eftirlit og skyldur gagnvart þeim sem reka áfangaheimili fyrir fárveikt fólk. Og skoðanir þínar byggjast væntanlega á því að alkóhólismi sjúkdómur, lífshættulegur sjúkdómur, fíkn-sjúkdómur, en ekki bara svona einhver aumingjaskapur og geðbrestur hjá fólki sem veikt fyrir, eins og maður heyri stundum. Ég hef í gegnum mín ár og reynslu innan úr bæði þessu kerfi og sem alkóhólisti haft alls konar skoðanir og þær hafa breyst og það sem að ég reyna að gera að lesa mér til gagns af reyndum rannsóknum. Alkóhólismi sjúkdómur? Ég myndi segja hvað heitir alkóhólismi einhvers staðar á rófinu að vera heilkenni og að vera sjúkdómur. Okay. Eins og ég segi, ég ekki læknir. Reynsla mín sýnir og sýnir mér og það styðja mjög margar rannsóknir sem við sjáum í dag að alkóhólismi ekki endilega heila sjúkdómur, þú fæðist með eitthvert gen og eitthvað. En það segir Kári Stefánsson. Ég ekkit endilega sammála Kára Stefánssoni. Ekki þessu frekar en ýmsu öðru. Hann bara kannski að skjóta á eitthvað, kannski veit hann þetta ekki. Já, ég meina kannski veit hann þetta og ég meina kannski getur hann líka einn daginn bara sýnt alkóhólista genið og lagt einhverja sönnur á það og ég held að ég trúi því alveg að alkóhólismi leggist meira á aðrar fjölskyldur en ég held að það sem hefur verið vanmetið eru utanaðkomandi aðstæður, áföll, félagsleg staða og ég held að það mín skoðun
óháð því hvað Kári segir, að þegar þú sérð kannski 3., 4. og 5. kynslóð alkóhólista sem búa við fátækt, sem búa við einhvers konar óreglu, ofsalega flókna stöðu á húsnæðismarkaði, við sjáum ADHD, lesblindu, við sjáum fólk fellur úr námi ungt, alls konar flóknar aðstæður. Ég held að þarna sé ekki svona opbáslega sterkan heila sjúkdóma að ræða. Ég held að ef á einhvern tímapunkti væri gripið inn í og einhverjar aðstæður einstaklingana myndu batna, eins og til dæmis örugt húsnæði, losnun út úr fátækt, aukin menntun, bara ýmsar félagslegar aðstæður, að þar hefði verið hægt að klippa á keðjuna kannski á annarri kynslóð. Það búið að vera mjög áhugavert að spjalla við þig, Jódís Skúladóttir, þingkona, en ég kannski náði ekki alveg á þann að klára sko. Þú varst edrú fyrir 25 árum. Já. Og hvað breyttist í lífiðinu við að verða edrú? Það breyttist í rauninni allt og ég nota nú stundum samlíkinguna, ég hafði aldrei getað klárað neitt nema úr glasinu. Já. Ég byrjaði í skóla og hætti í skóla og ég byrjaði á bók og ég gat ekki klárað hana og ég var alltaf á flótta, alltaf einhvern veginn að flýja sjálf á mig, að því mér dreymdi betra líf og öruggari og rótfastari aðstæður. En með minni neyslu var það algjörlega óraunhæft og ég stemdi inn í nákvæmlega þetta sem ég var að lýsa hér áðan í kynslóðunum. Það að hafa eignast barn svona óbóðslega ung er bæði forsenda þess að ég fór að drekka svona illa, svona hratt, en það er líka forsenda þess að ég tók ákvörðun að hætta að drekka. Og það breyttist allt í mínu lífi. Það gerðist ekki á einni nóttu. Það gerðist, það tekur, og þetta var mjög merkilegt þegar ég heyri þetta í fyrsta sinn, það tekur 1 ár að vera edrú í 1 ár. Og það er nefnilega málið, að við erum óþolinmóð, við sjáum kannski ekki á fyrstu dögunum eða mánuðunum, býtu af hverju ég að þessu, mér langar bara að fá mér í glas, þetta er bara leiðilegt, en með ástundun, með því að verða einhvern veginn allskáð, þá var ég líka fær að leita mér annarar aðstöðar, tala við námsráðgjafa, tala við félagsráðgjafa, fara til sálfræðings, fara í stígamót, hlutir sem að ég hafði bara ekki andlega burði sem virkur alkóhólisti til að nýta. Þannig að ég hef náð að nýta mína edrúmennsku til að byggja upp mitt líf, eiga falleg samskipti við mína nánustu, vera góð, natin og ábyrg móðir margra barna í kjölfarið og ljúka námi, sko, og nú er ég að telja upp alls konar svona utan á hluti, svona veraldlegt og svona, en fyrst og fremst hef ég fengið að eignast fallegt andlegt líf. Innri ró. Innri ró, lífið mitt stjórnast ekki af kvíða, lífið mitt stjórnast ekki af áliti annara, sem að kemur sér ofbóðslega vel í mínu starfi sem þingmaður. Ég bara gengst við því alltaf hver ég er og hvaðan ég er að koma og tala fyrir minni sannfæringu alls það sem ég get, og það get ég að því að ég tók þessa ákvörðun fyrir 25 árum. Líður þér best út í náttúru Íslands? Algjörlega, allra best. Ég hugleiði rosalega mikið og hugleiði á hverjum degi þegar ég man eftir því. En það er ekkert eins og að sitja í grónu lyngi við lækjar sprænu, hlusta á fuglana og anda að sér bara alheims mættinum í gegnum íslenska náttúru. Og þess vegna skulum við ekki skemmana meira en orðið er. Ég tek fyllilega undir þetta. Lækningamáttur íslenskra náttúru, hann er ótrúlegur. Og þegar kemur á því að svona, klæða sig úr stressinu og óttanum og öllu þessu pusi sem að fylgir daglegri tilvist, þá
ef maður bara nennir að koma sér út í náttúruna, maður fer það margfalt tilbaka. Algjörlega. Já. En magnað að heyra þína sögu, Jódís, og takk fyrir það hvernig þú hefur fléttað þinni persónusögu sama við samfélagssöguna sem að við reynum hér að segja við Rauðaborðið á hverjum degi. Takk fyrir komuna. Takk kærlega fyrir mig. Og við förum í nýja sálma þá næst. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.